Kæru ráðstefnugestir, ég vil byrja á því að bjóða ykkur hjartalega velkomin hingað í dag á ráðstefnu sem snýst líf, framtíð, baráttu og von. Ég heiti Jóhanna Lilja Eiríksdóttir og formaður Brakkasamtakanna. Ég fædd og uppalin á Fáskrúðsfirði, búsett í Vestmannaeyjum, gift og 3 barna móðir. Ég stend ekki hér aðeins sem formaður samtakanna heldur líka sem Brakka 2 arfberi og sú staða hefur mótað mig og mitt líf. Mér langar að byrja á því að segja ykkur aðeins mína sögu því hún í senn persónulegur táknræn fyrir það sem margir í salnum þekkja. Eins og margir muna opnaði Íslensk erfðagreining fyrir nokkrum árum arfgerð.is þar sem fólk gat haft möguleikan á að sækja að fá að vita hvort þeim myndi bera svokallaða landnámsbreytu í Brakka 2 geninu. Ég sóttist eftir því að fá þær upplýsingar og fékk þá niðurstöðu að ég væri ekki Brakka 2. Ég var afskaplega fegin og mér létti mikið, en það er mikilvægt að hafa það í huga að upplýsingarnar sem þarna hægt að sækja ná bara til einnar stökkbreytingu af mörgum. Saga mín átti því eftir að breytast. Árið 2020 var áhrifamikið og á köflum erfitt ár. Móðir minn var þá í krabbameinsmeðferð og bauð mér að koma með sér í erfðaráðgjöf. Því mikið var krabbamein í ættinni. Hún fékk þá niðurstöðu að hún var ekki með erfðalegt krabbamein 2 dögum áður en mín niðurstaða barst. Í maí 2020 fékk ég að vita að ég væri með meinvaldandi Brakka 2 stökkbreytingu. Það var mikið áfall. Þegar maður heyrir svona niðurstöðu þá breytist lífið á augabragði. Ég tók þó fljótt ákvörðun. Ég ætlaði ekki að bíða og vona og ég ákvað að fara í áhættuminnkandi aðgerðir. Brjóstnám og láta fjarlægja eggjastokka. Fyrsta aðgerðin mín var 21. desember 2020. Ferlið var ekki auðvelt, það urðu sýkingar, tafir og margt sem reyndi á. Alls fór ég í 7 aðgerðir, brjóstaminnkun, brjóstnám, skiptum vefjaþernera, fitufyllingar, sílikon og svo aðgerð á kvennadeild Landspítalans þar sem eggjastokka voru teknir. Þetta tók sinn toll bæði líkamlega og andlega, en í dag get ég sagt ég er loksins útskrifuð í bili. Og ég er sterkari en áður. Þessi reynsla var til þess að ég ákvað að gefa krafta mína inn í Brakkasamtökin. Árið 2021 kom ég inn í stjórn og hef síðan tekið þátt í baráttunni sem snýst réttláta þjónustu, aukna fræðslu og stuðning og sem betur fer hefur það líka fært mér vináttu og samstöðu sem er ómetanleg. Brakkasamtökin voru stofnuð 2015 á eldhugum sem sá brýna þörf fyrir bættan stuðning og þjónustu fyrir þá sem lifa með aukna áhættu á krabbameini. Frá fyrsta dagi hefur jafningjastuðningur verið í forgrunni. Við vitum að það er ómetanlegt að hitta aðra sem skilja hvað maður að ganga í gegnum. En okkur vantar sjálfboðaliða á höfuðborgarsvæðinu sem geta tekið þátt í þessu með okkur. Markmið samtakanna er að standa vörð hagsmuni arfbera, Brakka 1 og Brakka 2 breytinga, auka fræðslu og styðja rannsóknir og veita arfberum fjölskyldum þeirra þann stuðning sem þeir þurfa. Með tímanum hafa viðfangsefni líka stækkað. Við vinnum einnig að málefnum annarra arfbera, eins og LINS, BRIP1, TJAK og PAL. Við höfum áorkað ýmsu. Við höfum komið á vitundarvakningu í samfélagum erfðapróf og arfgeng krabbamein. Við unnum að niðurgreiðslu á brjóstnámsaðgerðinni á klínikinni. Við stóðum fyrir fyrstu alþjóðlegu ráðstefnunum Brakka árið 2018 á Brakkan að sækja og nú ráðstefnan skref fyrir skref. Við höfum staðið að fjölmörgum fræðslufundum, viðburðum og jafningjastuðningssittingum. Ljósmyndarsýningin og Ung fyrir krabbamein fór landi og vakti mikla athygli og er verið að fara að setja hann upp á Glerártorgi núna í október. Við höfum staðið að fjölmörgum fræðslufundum, viðburðum, ég er farin að endurtaka mig. Við höfum tekið þátt í útvarpsþáttum, greinum, viðtölum, verkefnum sem hafa varpað ljós á lífið með Brakka. Árið 2023 tókum við stórt skref þegar Brakkasamtökin urðu aðildafélag Krabbameinsfélags Íslands. Það var happarskref. Ferðakostnaður þeirra sem fara í áhættuminnkandi aðgerðir komst í gegn. Einnig kostnaður við að gista á sjúkrahótelinu á klínikinni. Kostnaður við skimun fór síðan niður í 500 krónur eins og hjá öðrum en var 12.000 krónur fyrir arfbera og krabbameinsgreinda. Allt þetta hefur verið unnið í sjálfboðavinnu.
Frá upphafi hafa stjórnarmeðlimir gefið vinnu sína og sýnir hve mikilvæg þessi barátta er fyrir okkur. Núverandi baráttumál eru þó mörg, en þó margt hafi áunnist eigum við ennþá langt í land. Það er skortur á samfellu og yfirsýn á eftirliti arðbera sem samtökin hafa lagt mikla áherslu á að koma í gott lag. Að komið verði á miðlægum upplýsingagrunni fyrir arðbera þannig að hver og einn viti nákvæmlega hvaða eftirlit hann á rétt á og hvað hann þarf að panta sjálfur. Að eftirlit og skimun verði styrkt og samræmd bæði fyrir konur og karla. Að fræðsla og stuðningur nái líka til maka og barna því þetta snýst ekki aðeins einstaklingin heldur heilu fjölskyldunar. Fá niðurgreiðslu á fósturvísaskimunum en verið að stíga fyrstu skref í framkvæmd á fósturvísaskimunum hérlendis. Við erum líka að vekja athygli á mikilvægum atriðum sem margir vita ekki eins og ef báðir foreldrar eru BRCA2-arðberar getur það haft alvarlegar afleiðingar fyrir börn þeirra. Kæru vinir, við í BRCA-samtökum höfum ákveðið að láta rödd arðbera heyrast. Við viljum að samfélagið skilji að þetta snýst ekki aðeins tölfræði eða rannsóknir, þetta snýst fólk, okkur, börnin okkar, systkini, mömmu og pappa. Við erum mjög stolt af samtökunum og höfum farið á 2 ráðstefnur erlendis, eina í Bandaríkjunum og svo aðra í Danmörku. Þegar við fórum að spyrjast fyrir hvort ekki væri samtök á Norðurlöndunum, þá kom það okkur á óvart að þau eru ekki til. En ástæðan er sú að það þarf ekki að berjast fyrir neinu þar. Einstaklingur með þessa áhættu gengur beint inn í eftirlit sem er fylgt eftir og greitt að fullu frá því að hann gengur út heima frá sér. Samtökin sem við vitum eru starfandi í Bandaríkjunum og Kanada. Við höfum áorkað miklu á síðustu 10 árum en við ætlum okkur meira. Við ætlum að tryggja að enginn standi einn í þessu ferli, að þjónustan veri réttlát og fræðsla sé aðgengileg. Ég vil þakka öllum sem styðja við þessa baráttu, sjálfboðaliðum, fagaðilum, fjölskyldum og vinum. Án ykkar væri þetta ekki hægt. Og með þessum orðum lýsi ég ráðstefnu BRCA-samtakanna setta. Megum við læra mikið, finna styrk í samstöðu og taka sameiginlegt skref fram á við. Takk fyrir.